IKEA afhendi í síðustu viku styrki úr menningar- og viðurkenningasjóði félagsins. Alls voru styrkirnir 67, samtals 18 milljónir króna. Auglýst var eftir styrkjum og bárust tæplega 160 umsóknir. Styrkúthlutunin tók til 3 flokka sem eru menningar- og samfélagsverkefni, rannsókna- og menntastyrkir og íþrótta- og æskulýðsstyrkir. Menningar- og viðurkenningasjóður IKEA rekur sig allt til ársins 1936 og síðan þá hafa 1200 einstaklingar og félög og stofnanir fengið styrki úr menningar- og viðurkenningasjóður IKEA. Verður þú var við að styrkir þeir skipta viðkomandi miklu máli? Gríðarlega. Við finnum mikið fyrir því alla daga í IKEA og þá held ég rætur sína rekja til þess að það hefur verið svona óheillavænleg þróun síðustu ár og jafnvel áratugi í því að höfuðstöðvar fyrirtækja hafa flust úr bænum og það er í færri hús að sækja styrki hér staðbundið og við finnum fyrir þeirri þróun. Hvað með styrkveitingurnar í ár, færri fengu þá heldur en sóttum? Já, það er auðvitað alltaf þannig. Það er margir hittunni sem maður segir og þetta voru rúmlega 160 aðilar sem sóttu styrki eftir auglýsingu frá okkur. Og það eru núna 67 sem að fá úthluta styrkjum sem nú býsna hátt hlutfall af þeim sem sækja þannig að við erum að gera vel við sem flesta. En þegar allt árið er gert upp, hversu mikla fjárhæðir fara í styrki út frá IKEA? Þetta er auðvitað misjafnt eftir því hvernig árar hjá okkur og við auðvitað styrkjum svolítið í samhengi við hvernig okkur gengur í okkar rekstri. Við svona jafnaði má segja að við séum að borga svona eða greiða og styrkja svona 25 til 40 milljónir á hverju ári. Þú sagðir í þinni ræðu hérna í dag að þið lítið á þessar styrkveitingar sem ykkar arðgreiðslur í raun og veru. Já, þetta er auðvitað svolítið sérstakt hjá okkur en við lítum svo á að þetta sé ígildi arðgreiðslu félagsins. Hún rennur hins vegar til samfélagsins en ekki beint til eigenda félagsins og það gerist í gegnum þennan farveg í styrki og stuðning við menn og málefni. Hlíðarskóli á Akureyri fékk styrk til kaupa á spjaldtölvum. Við höfum lengi verið að láta okkur dreyma það að geta eignast spjaldtölvur fyrir hvern nemanda og þessi styrkur er að opna okkur þá möguleika. Þannig að þið getið farið í það að panta tölvurnar? Já, við getum það. Hversu margar tölvur þurfum við? Við erum með 20 nemendur og við þurfum 20 tölvur. Þessi styrkur fer langleiðin í það. Koma þær að góðum notum spjaldtölvurnar? Já, þær gera það. Þetta er lykillinn á því sem er að gerast í dag og bara nauðsynlegt fyrir hvern skóla að eiga góðan tækjabúnað og sérstaklega með okkar nemendahóp í huga. Þá er hann að eiga við allskyns námserfiðleika og það getur verið ótrúlega miklu betra að læra í gegnum tölvu heldur en í gegnum bókina. Þannig að þarna er draumur að rætast? Já, langþráður draumur, svo sannarlega. Og Grenivíkurskóli fékk líka styrk vegna tölvukaupa. Við eigum aðeins á spjaldtölvum en við notum fartölvurnar orðið miklu meira og krakkarnir eru mikið að nota þær í verkefnavinnu aðalega. Þannig að við vildum fjölga þeim. En er ekki staðan orðin hreinlega svo að nemendur krefjast þess að tölvukosturinn sé góður? Jú, staðan er orðin nákvæmlega þannig. Það er bæði að afla sér upplýsinga út á neti og svo eru öll verkefnin orðin tölvunin og þetta hittist mjög oft þannig á að þegar við erum að kenna tölvufræði að þá þurfa aðri nemendur að komast í tölvur og það verður svona hálfgerður slagur fartölvurnar sem eru til. En það styttist sem sagt í að þú getur pantað nýja tölvur? Já, ég fer í það bara núna, fljótlega.